Hér það samantekt frá Guðrúnu Brá, Íslandsmeistara í golfi 2026. Kemur frá golfklúbbnum Keili. Þá byrjum við náttúrulega að sýna allra flottasta hér þegar hún sló út í tré. Sló á þetta magg. Já. En hún lenti í vandræðum hér á milli trjáa og kom sér í fína stöðu. Hægra megin á brautinni, afsaki vinstra megin á brautinni. Átti svo þetta þriðja högg hér. Frábærlega framkvæmt og má eiginlega segja það að hún svona gekk frá þessu á 16. brautinni. Setti svo þetta pút í fyrir pari. Púturinn reittist henni mjög vel á. Já, svona á réttum momentum. Einmitt. Svona stóðst pressuna með þessi erfiðu parpút. Hér upp að sökið á 17. var í þeirri stöðu að koma sér bara inn á flöt og leyfa hinum að elta. Já, gerir þetta bara miklu öryggi. Þetta var pútið sem var átti eftir fyrir fugli. Það var kannski full ákveðin í þessu púti en já, setti þetta svo hér í tilbaka og fekk par á 17. hólunni. Já, þetta var svona endanlega komið hér, já, má segja. þarna var hún búin að ganga frá þessu. Sjá, svo hér teghöggið á 18. Það var þægileg uppskrift. Miðbraut. Inn á höggið inn á 18. Kom sér þetta bara beint fyrir neðan hóluna og áttur svona möguleika á að tryggja sigur með púti fyrir fugli og gerði alveg heiðarlega tilraun af því. Sjáum það hér. Þetta er faglega gert, eiga svo bara stuttpút eftir fyrir pari. Þægilegt hjá Guðrúnu Brá sem að tryggði sér 5. Íslandsmeistaratitilinn á ferlinum. Innilega til hamingju með 5. Íslandsmeistaratitilinn. Takk hérlega. Hver var lykillinn að velgengni? Ég held bara svolítið þolinmæði í dag. Pútin? Já, þau voru góð. Það dutti þarna alveg nokkuð mikilvæg pút sem svona hélt momentuminni í gangi. En þetta var svona forystan, hún var komin niður í hvað, 1 högg á tíðanbili og svona, það var ákveðin svona vendipunktur á 12. Já, þær byrjuðu hörku vel báðar, þannig að þær voru komnar þarna alveg nálægt mér strax í byrjun og en svo spýtti ég aðeins í. Nú ertu búin að toppa pappaðinn, komið 5. Það myndi vera að koma, herri já, nú er ég bara hætt. Nei, já, ég er búin að toppa pappa. Hvaða þýðingu hefur þessi titill fyrir þig? Bara ótrúlega mikið. Það er bara alltaf gaman að spila hérna heima og þetta er náttúrulega bara stærsta mót ársins, þannig að þetta er bara geggjað. Stefnir á fleiri, en hlýtur að vera svolítið öðruvís að spila völlin í dag heldur en hina 3 dagana? Já, það var mjög gott veður, þótt að var alveg tölulegur vindur í dag, en bara frábært veður og gaman að sjá hvað margir komu og voru að horfa. Karin Sævarsdóttir með 8 titla á að stefna á hana, að ná henni. Er það þá ekki bara næsta markmið út að ég er búin að ná pappa? En hvað með svona í lokin, hvar myndur þú setja þennan 5. titil af þessum sigruðinum? Úff, ég veit ekki. Heima var náttúrulega rosa sætur í fyrra, þannig að er þetta ekki bara eftir honum? Hvað að gera núna? Herru, ég þarf að fara heim að pakka. Ég á flug klukkan 7 í fyrramáli. Þangað til ætlum við að fara aðeins yfir nokkur högg hjá Dagbjarti í dag. Hér sjáum við hann á 16. Átti fínasta teghögg og hérna er hann að slá inn á flautina svona eins og boltinn hefði aðeins mist viljastyrkin í loftinu á móti vindinum og
Hér hann að púta fyrir utan flöt sem hann gerði nokkur sinnum í dag. Svo stuttur. Skildi eftir smá vinnu fyrir pari. Sjá hvernig boltinn skoppaði hann á stað og datt svona af línu. Þannig að hann tapaði höggi á 16. Og þá var nú gott að vera með nokkur höggi í forystu yfir á 17. Þar virtist hann hafa einfaldlega bara annarkvort hitt boltan á vel eða verið með svona smá adrenalín í högginu, þannig að hann yfirsló flautina. En hér sjáum við síðan vippið hjá honum. Það var ekki mikill möguleiki á að koma boltanum nálægt, þannig að hann reyndi bara svona að hitta á pinnan. Skildi þá þetta pút eftir fyrir pari. Allt og stuttur í pútinu fyrir pari, en Aron Emil var á þessum tímapunkti með pút fyrir fugli, hefði getað ná þessari fórystu niður í 2 högg, en Já, það var svona veik von fyrir spennu alltaf á seinni 9 sem að einhvern veginn ekki alveg raungerðist. En í staðinn þá þrípútaðan og þar með var Gat Dagbjörtur farið alveg afslappaður á opna teig og átti þar frábært teighögg. Svona leið og pressan er farin að þér, þá dettur aftur í þína fallegu rútínu. Frábært teighögg og þá innháhöggið hjá Dagbjörti. Ætlaði að greinilega vera skynsamur, koma sér bara fyrir neðan holustaðsendinguna. Þetta er bútið fyrir fugli og hann gerði þetta bara fádæma öryggi, komið sér bara upp á pinna og tryggði sér svo sigurinn með stuttu búti. Innilega til hamingju með þennan frækna sigur. Þú varst í forystu frá fyrsta degi og þar til síðasta pútið datt. Já, takk hérlega fyrir. Þetta er rosalega góð tilfinning og ég er bara stoltur af að ná 2 í röð sko, á heimavelli sko. Maður hefur dreymt síðan bara Birgilegu vann sko. Hann var lítill gutti að horfa á og það var verulega. Þessi dagur í dag, náttúrulega gjör ólíkar aðstæður heldur en fyrstu 3 dagana, svona hvernig var leikplani hjá þér? Það var bara sama á alla hina dagana sko, bara að reyna að koma sér á braut og hitta flest grín og ef maður var í ykkur vandræðum þá var bara að leysa því og svo ef maður var í færum þá sótti ég á pinnana sko. Þetta var náttúrulega aðeins meira stress svolítið núna síðasta hringinn, en maður gerði vel með því. Rosalegu sigur í fyrra þetta, naumur sigur, þetta er allt öðruvísi sigur, hvernig getur líkt þessu við eitthvað? Já, þetta er svolítið öðruvísi, maður er svona að reyna bara að halda sér í sínu sko, slá 1 högg einu og það er svo létt að fara eitthvað fram úr sér en maður við svona mikið höggalít sko, en bara mjög ánægður að ná að klára þetta. Hvað er búið að gerast í það síðustu 2 ár? Af hverju hefur þetta smollið? Þetta er eiginlega bara þolinmæði sko, maður er alltaf búinn að vera duglegur að æfa og með geggjað teymi í kringum sig og bara svona að hafa trú á sér meira sko, þannig það myndi ég eiginlega segja sko. Þegar horfum fram á veginn, hvaða þýðingu hefur þessi titill? Þetta er náttúrulega bara geggjað sko, maður er alltaf dreymt að vinna þetta á korpu, en bara geggjað sko. Hvað er síðan framundan? Ég er að fara út bara núna á mánudaginn í mót í Svíþjóð og svo bara er maður að æfa fyrir úrtökumóti fyrir Evróputúrinn og já. Maður hefur smá tíma aðeins að fagna en þetta var gaman.